Já, þessi kosningavitin það sem við kjósum að kalla þetta kort sem kemur hann í lokin, sem eru þessar 2 ásar, 1 láréttur og 1 lóðréttur. Og lárétti ásinn sem fer frá félagshyggju yfir á markaðshyggju, að þar staðsetning á þeim ási, það snýst fyrst og fremst spurningar svona hvert hlutverk ríkisins varðandi efnahagsmál og atvinnulíf. Og þeir sem aðhyllast félagshyggju, að þeir vilja að líta svo á að ríkisvaldi eigi að skipta sér af efnahagslífi og atvinnulífi, en þeir sem aðhyllast markaðshyggju að þeir líta svo á að ríkisvaldi eigi að skipta sem minnst af efnahagslífi og atvinnulífi. Hinn ásinn sem fer frá frjálslyndi yfir á forsjárhyggju hefur líka stundum verið kallaður hægri vinstri ás, og það þeir sem eru frjálslyndir að þeir líta svo á að ríki eigi að skipta sem minnst af lífstíl eða einkalífi þjóðfélagsþegna. Á meðan þeir sem eru handlir undir forsjárhyggju, sem hefur líka stundum verið kallað umhyggjustefna, að þeir líta svo á að ríki eigi að vera svona leiðbeinandi hvernig lífi fólk á að lifa, til dæmis eins og hvort eigi að leyfa frjálsa sölu áfengis í verslunum. Eða þeir sem vilja takmarka tjáningarfrelsi, og tjáningarfrelsi sem ekki ganga inn á einkalífi eða friðhelgi einkalífsins, að þeir væri þá frekar hallir undir forsjárhyggju. Það að við ákváðum að hafa þessa 2 ása vegna þess að við teljum að þeir endurspegli hvernig stjórnmálaflokkarnir eða framboðin á Íslandi aðgerðina sig hvert frá öðru. Við skýrum þetta kosningavitin, help me vote, kosningavitin vegna þess að þetta hugsað sem svona viti eða áttaviti sem að leiðbeinir fólki eða sýnir þeim veginn varðandi hversu nálægt það flokkanum og málefnum. En svo náttúrulega tekur hver og einn ákvörðun sjálfur hvaða flokk hann eða hún eða framboð ætlar að kjósa.